fá þig heimsókn. Þakkar fyrir það. Ég eiginlega ákvaða heyri í þér eftir að ég var búin að hlusta á því hjá honum Bergþóri vinn okkar. Já, gott að ég hafði mjög gaman að pælingunum ykkar og samtalin ykkar og við sjáum hvert þetta flæðir hjá okkur en mér langaði svolítið að leyfa svona spiritual hlutanum að flæða lausum sko. Hvað þú veist, ef við byrjum bara þú veist, þið tókuð er það ekki tókuð heilt ár þar sem að þið voru svona í accountability á hvern annan að lesa saman bækur og Já, við erum ennþá í því. Þið eru ennþá í því, já. Tala við Bergþór hverjum degi núna í 600 og eitthvað daga, sko. Ok. Ekki mistur slag. Þannig að við byrjuðum á að taka svona manifestation program með Bob Proctor. Ok. 90 daga. Svo fórum við í tíbeska, buddíska, mjög svona strangt ferðalag sem program eftir Reggie Ray sem að læriði undir Trungpa Rinpoche í Bandaríkjunum. Heitir Awakening the Heart. Og það er ekkert grín, það hálftíma á dag pluss símtal sem við gerum þar. Svo lásum við bókina The Incredible Reality of You eftir Lauren Hoff sem svona sú bók sem tekur saman hvað best svona þann hluta andlegs þroska sem snýra sjálfri meðvitundinni en ekki í formi og fyrirbærum. Svo hvort við fórum aftur í Proctorinn, svo seinni hlutan af þessu Awakening the Heart sem þá samtalselt í 113 dagar eða 200. Og svo erum við að gera A Course in Miracles í ár. Ok. Og þess vegna veit ég að það það bil 200. dagur ársins í dag, kannski 203. eða eitthvað svoleiðis. Sko, sem einmitt, bara við byrjum að tala þetta, sko, að ég dáist alltaf svo að, svona, hvað maður að segja, ég vil nú ekki vera slett á mikið, en consistency, bara að halda sér við efnið, vera agaður og vera í iðkun, eins og þú ert að segja, þú veist, hálftíma á dag, þetta hljómar ekki mikið, en ég veit alveg sjálfur og bara búin að vinna mikið með fólki að það að gera eitthvað á hverjum einasta degi eins og bara hugleiðslega eitthvað, þó þessi ekki bara 10 mínútur að það er eitthvað sem virðist gerast hjá mjög mörgum að þegar lífið tekur við og það er svona, þú veist, þá er ávinningurinn þegar þú ert ekki búin að gera þetta nógu marga daga í röð, þá er ávinningurinn ekki orðin nógu mikill til að þú haldir þér við efni, þannig að það er auðvelt að detta af lestinni. Já, þess vegna er þessi hugmyndum skuldbindingar félaga alveg gríðarlega öflug. Og ég veit að hafa margir eftir að hlusta á hana þátt fyllt þess eftir og einn sem er jafnvel búin að gera þetta núna bara í hálft ár með félaga sinum sem þetta Bob Proctor program að því að þú veist það eru bara svo ólýsanlega mörg kerfi og ferli í heilanum á okkur, þú veist, við vitum ekki hvað margir kjarnar eða þú veist, eitthvað virknisvæði, það er ekki leið til að flokka það í heilanum okkar þannig að það er ekki furða að í daginn vakni maður og taki ekki lýsið og veit ekki eins og náði að maður tók ekki lýsið vaknar upp eftir viku og hvað þá ef þetta er eitthvað sem að beinist gegn eða stríðir gegn ríkjandi vana og hugmyndum sem maður hefur þá eru komin innri þættir sem að beinlinnist tók okkur af þeirri braut en það að hafa skuldbindingar félaga lætur mann vita skilur að það maður verður hálf lúpulegur ef maður ætlar að eiga eitthvað símtal og er ekki búin að gera þennan hálftíma En svo hef ég farið í önnur svona prógrami fólki sem að bara droppað út eftir 3-4 daga, þú veist, þannig að þetta er allt spurningum stað og stund hvenær maður er tilbúin raunverulega fyrir eitthvað eins og nákvæmlega þetta prógram. Já, og velja sér þá skuldbindingafélaga sem að er kannski líklegur eða líkleg til að vera manneskja sem að stendur við hluti. Nákvæmlega. Þannig að eitthvað sem að ber virðingu fyrir og vil að virði mann á móti. Já, ég er sjálfur í svona hópið þar sem við erum með vanadagbók og erum að halda hver öðrum accountable, ég er alltaf að sletta halda hver öðrum skuldbundnum eða heitbundnum ef ekki að hvetja bara alla sem er að hlusta til að sko, sama hvað það er, þú veist, hvort það er hugleiðsla eða hreyfing eða eitthvað þá ertu miklu líklegri til að framkvæma það ef þú ert með félaga með þér í Jú, við skulum bara hvetja alla til þess að átta sig á að þetta er form og mynstur sem er bæði gagnlegt, uppbyggilegt en einnig skemmtilegt. Og svo blandast það saman, ég meina, ég hugsaði ofta að vera gaman að það væri til 12-spórasamtök sem að snýru ekki að einhverju vandamáli heldur einungis að uppbyggingu. Maður hefur séð það og heyrt það í svona 12-spórasamtökum, þú veist, það er svo mikil áhersla á lasleikan en ekki á uppbygginguna, þú veist, það er svona og þannig ég hafði hugsað að ég væri til að vera í einhverjum svona prógrami það sem að hringir í félaga og er bara að einblína á það góða og sigrana og slíkt. Það sem við Bergþór höfum gert og svo seinna
Ég er með að segja í öðru svona prógrami, þannig að ég er með 2 svona símtöl daglega. Það einmitt það sem að því nú hef ég nú reynslu að vera í kallafundum 12 spora, að ef þú ert á góðum fundi, þá það sem gerist að þegar að batinn orðin mikill, þá eru menn mjög mikið að tala bara þakklæti og ég raun og veru medían alltaf leðilegt að ég með 12 spora fundi sem ég fer inn á svolítið, ef þú kemur inn og það allir bara að tala vandamál, þá ekki mikill bati í þessari deild, sko. Já. Þannig að ef að fólk búið að vera lengi og búið að vera stundaprógramið í alvöru, þá það yfirleitt komið á þann stað að það að mæta þarna til að geta aðstóða nýlega, það að mæta þarna til þess að vera í þakklæti og einmitt bara þú ert í raun og veru orðin gangandi dæmi að þetta prógram að gera eitthvað fyrir þig. Ég veist að séu einmitt einhverjar deildir þar sem þetta algjörlega eins og ég lýsti, en það notaði orðin til að draga upp svona stóran þátt í því sem að algengt, þú veist, í símtölum milli félaga að það sé verið að hringja vegna þess að það sé eitthvað vandamál sem náttúrulega afskaplega skiljanlegt, það heimurinn stútfullur af hlutum sem komu upp. Þannig að en hitt alveg æðislegt líka, þú veist, að vera bara í einhverju það sem bara hort á það jákvæða, af því að það á nógu að taka þar líka, saman hvað gengur á. Talandi það, hvernig sérð þú einmitt hluti með bara hvað við erum að manifesta mikið sjálf, að það hvernig maður notar orðin sína, þú veist, að tala jákvætt hluti, að vera að setja athyglinn á það sem jákvætt, setja athyglinn á þakklæti. Oft, sko, eins og ég að horfa á stóru myndina, þá erum við með svona 2 erkitýpur sem að takast svolítið á. Það fórnarlambs erkitýpan og svo einhvers konar konungur eða drottning / sjálfsábyrgðar erkitýpa. Og þegar þú ert í fórnarlambs erkitýpunni, þá stutt í að þú farir að kvart og kveina, það stutt í að þú setja athyglinn á það sem að. En því meira sem þú ferð inn í sjálfsábyrgð, því meira neyðistu til að einhvern veginn, ef ég farin að kvart og kveina, þá ég get ekki lengur gert það með góðu móti og trúa því sjálfur, sko. Af því að ég ekki lengur fórnarlamb. Skilur þú hvað að fara? Algjörlega. Og ég verð að segja að ég hef verið með gríðarlega mikinn fókus á þessu í mjög mörg ár og maður þarf ekkert að horfa á þetta frá neinu andlegu sjónarhorni til þess að átta sig smám saman á hversu mikið við erum að skapa lífið okkar sjálf, sama í hvaða aðstæðum við erum. Og kannski síðasti blindi bletturinn sem maður hefur á þetta að jafnvel segjum svo að sé bara algjör innri þögn og maður sé eitthvað staðar, maður ekki lengur að fókusa á aðstæður sínar, þá maður að lokum samt sem áður stiltur á einhverja tíðni sem ósýnileg fyrir manni, eins og ég núna þó þú myndir skilja mig eftir einhvers staðar í Suður-Ameríku eignalausan, ég myndi ekki bara verða útgangsmaður, því ég ekki á þeirri tíðni núna, en ég ekki heldur innan árs kannski milljarðamæringur, en ef þú myndir setja Jeff Bezos bara í mína stöðu hérna þar sem ég bý, hann myndi bara vakna hérna í viðtalinu hérna, hann því fljótlega $1-milljarðamæringur skilur innan við hálfu ári, bara því að hann á þeirri tíðni. Þannig að við sköpum okkar líf bæði út frá þessum hugsunum og ef við hugsum á þannig þá mætti horfa til þess að líf okkar í núinu bara bergmál af hugsunum okkar í þáttíðinni. En dýpra en hugsanir eru það sem eru samskaras og vasanas ef við horfum á þetta frá innra sjónarhorni eða bara frá hefðbundnu vestrænu sjónarhorni, þú veist, tráma, tilfinningamynstur og triggerar sem að eru að stjórna hvaða hugsanir koma upp. Og þetta allir sammála og þetta eru kynnt frá 1000 mismunandi sjónarhornum, þessi sami hlutur að hugsanir koma frá þessum tilfinningum og ein tilfinning getur verið að keyra áfram milljónir tegunda hugsunum í milljónum mismunandi sviðsmynda. Og það sem að þessar undirliggjandi tilfinningar gera, og þú veist, eins og Bob Proctor hann hugsar þetta sem attitude, það svona mjög svona aðgengilegt kannski fyrir bandarækjamann og fyrir hinn vestan einstakling, sem sagt afstaða, þetta innri afstur, hver er mín afstaða gagnvart þessu. Svo hefur það verið núna hvað síðan á 10. áratugnum eða eitthvað svoleiðis þessi part að vinna, internal family systems, sem að heitir þessu rosalega óaðgengilega nafni, óaðgengilega, að þetta hljómar svona eins og þetta sé eitthvað vú-vú, internal family systems, þetta hljómar eins og eitthvað svona tiltekið og ákveðið svona hugmyndakerfi sem ekkert endilega algilt. En í raun og veru þessi attitude, þessir innri partar, einhvers konar strúktúrar innra með okkur, þar sem að þörfum okkar var ekki mætt á einhvern tímann á lífsleiðinni, eða í fyrirlífum og út frá því mynduðu við eitthvað svona plötur í spaðplötu sem spilast út aftur og aftur og leitast við að
bregðast við einhverjum tilteknum ytri aðstæðum með ákveðnum hætti. En það sem að verra og þessi minnstur átta sig ekki á að þau sækja í að endurskapa þessar aðstæður sem að kalla í sjálfsög aftur og aftur. Það einhver sem óttaslegin að missa íbúðuna sína. Þú veist, hann heldur því alltaf í huga og með því vegna þess að taugakerfið okkar enda drifið, enda sækið, þá höldum við þessi huga og erum meðvitað og ómeðvitað að taka þúsundir lítill ákvörðina sem myndi þá leiða að þessari niðurstöðu. Og sama bara hvort út í rauninni stórum hlutum bara hvort fólk heldur að heimurinn sé óvinveittur sér og fólk sé almennt óvinveitt eða hvort það heldur að heimurinn sé opinn og glaður og manni sé tekið vel hvað sem að kemur. Að því ég veit að fyrir mig, þú veist, ég get alveg verið að labba örugglega svona fíldur og svipi eða svona lokaðir, svo kemur einhver sem opinn og að sjálfsögðu spegla ég það bara undir eins, en einhver sem mæti mér og lúpulegur, þá náttúrulega fær hann það frá mér líka. Hins vegar geti ég náttúrulega verið sjálfur hann að glaður í bræði og gefið frá mig merki að Þetta mjög góð búin. Ég tók hann Kristján Gíslason í podcastið mitt sem að fór, hann örugglega verið orðin 55-60 þegar hann byrjar allt í hennu bara að fara á fullt á mótorhjólum út allan heim og hann hjólaði meðal annars í gegnum alla Afríku og þú veist, hann fer þarna frá Egyptalandi inn í Súdan og það byrjar allt í hennu stríð í Súdan þegar hann endar á einhverju eyju inn í Níl þar sem eitthvað fjölskylda halda hlífiskyldi yfir honum og meðan það veist, bara þvílíkt djarfur ævintýra maður. Hann búin að ferðast núna út allan heim og hans niðurstaða bara fólk bara æðislegt. Alveg sama hvað ég gef, bara fólk æðislegt og hann hættur að lesa fréttamiðla og eitthvað svona og ég hugsaði mitt, fólk líka æðislegt af því þú ert svo æðislegur og þú einhvern veginn þú ert ekki inn í þeirri víbru að lendi einhverju slæmu, sko. Af því þú veist að tala um tíðin á hann. Það svo áhugavert, ég uppleiða svo sterkt á hann. Þú ert bara víbra þannig að þú laðar til þín það góða í fólki og þú laðar til þín gott fólk og góðar aðstæður, sko. Og að því mér langaði mitt ef við förum aðeins á dýftinu eftir að þú nefndir aðeins fyrri líf og svona. Ég var sjálfur búin að ferðast til 60 landa og hafði ekki lent í neinu slæmu og ég var eiginlega farin að halda að þetta bara ótta stjórnun í gegnum fréttir sko, að halda heimurinn sé svona slæmur því þú veist, maður kemur til landa eins og Líbanon, það eina sem maður hefur heyrt stríð, en svo kemur það bara dásamlegt fólk og yndislegt land og svo lenti ég atviki í Suður-Afríku, þar sem að ég var einmitt og ég var á mjög góðum degi og rosalega jákvæður og eiginlega bara langt yfir meðalagi þakklátur og glaður og allt í hennu endaði ég með mann með sveðju á eftir mér sem ætlaði að drepa mig, sko. Og þarna hugsaði ég, sko, þú veist, þetta ekki að því ég var að laða að mér eitthvað slæmt, heldur þetta meira, ég upplifði meira bara eins og ég væri að fá að sjá dýpsta skuggan í sjálfu mér í gegnum þennan mann, sko. Og þá er maður komin í, þú veist, kannski ennþá að því þú nefndi Jeff Bezos á þann og svona, það þessi spurning, þú getur jafnvel verið að víbra mjög hátt, en spurningin síðan, hver tilgangurinn þinn í þessu lífi? Hvers vegna ertu hér? Og kannski var þér ekki endilega ætlað að verða milljarðamæringur, allavega en ekki á meðan þú ert ung, skilur hvað að fara? Alls ekki. Að þú ert kannski allavega eins og ég upplifi með mig að mjög oft þegar að hlutinni fara að ganga rosalega vel hjá mér, þá næstu því eins og lífið það var alltaf sagt það eru ekki alveg tilbúin, þannig að við þurfum að kýla í það aðeins meira auðmýkt og ég mun ekki sjá kannski fyrir en ég hef lent í því áður að ég sé ekki fyrir en eftir á þegar ég var kýldu niður fyrir 5 árum nú sé ég hvaða tilgangi það þjónaði, sko. En á meðan það væri í gangi þá fannst mér alveg hræðilegt og ég skildi ekki af hverju þetta var að gerast, sko. Og þá hugsa maður svona mitt þetta með að láta kýla í sig auðmýkt í gegnum erfiðleika. Hvernig sérðu það? Ég bara fylgjandi og sem betur verið því þannig það. Hún kýld í mann og bara svo að sé skýrt, þú veist, peningar eitthvað svona mælikvarði, þú veist, það mjög kannski erfitt að vera á hræðilegum stað og aukast eða svoleiðis, en peningar ekki markmið í okkar lífi, sko, og heldur ekki kannski að hækka þessa tíðni. En auðmýkt bara eitthvað í fyrsta lagi sem fólk þekkir almennt ekki. Það mjög nýlega sem ég bara kynntist því hvað auðmýkt. Þannig að maður kannski horfir á íslensk podcast þar sem fólk að ræða eitthvað
svona í leikinu auðmýkt. Að tala eitthvað og það svo rosalega auðmjúkt, en þetta persónulega sjálfið að tala og persónulega sjálfið að reyna að vera svo ólýsanlega gott. Af því að þú veist, auðvitað erum við líka, þú veist, góða manneskjur í og sem persónulega sjálfið okkar, en við náum ekki auðmýkt. Auðmýkt bara þegar maður, þú veist, þegar egói verður bara að þagna vegna þess að við stöndum frammi fyrir einhverju sem að skiluru bara okkur stærra. Þetta ekki þá lotning, þetta ekki hrifning, þetta þannig þegar það búið að kýla okkur niður og við sættum okkur við bara, ég ræði ekki við þetta, þú veist, ég geti þetta ekki. Eða bara, þú veist, vöknum og bara, það ekki búið að kýla okkur niður. En nú ég að reyna að særa fram þessu auðmýtt, sko, en já, en bara því ég held að talandi orðanótkun, sko, við verum með þetta orðið íslensku auðmýking, sem svolítið svona eins og eitthvað neikvætt, en auðmýkt, þú veist, ef maður fer í enskuna, það humility, og að vera humble, það einhvern veginn hljómar, það mjög jákvætt, sko, það einhvern veginn, þú hittir einhvern og hann humble, þá upplifur vá, ég fekk tengingi í hjartað við að hitti þessa manneskja því hún var humble, og mér persónulega finnst fátt fallegra heldur en að hitta fólk sem að kannski orðið mjög successful og búið að afreka mjög mikið í lífinu, en þú finnur að manneskjan á þeim stað að hún getur ekki látið egóið fara með sig, af því að lífið bara búið að segja við hana, þú verður að vera humble, annars fer þetta ekki vel, sko. Já, algjörlega, og þegar maður setur sér stærri markmið, þá virðist vera að maður þurfa að lenda í hindrunum og öðlast þessa auðmýkt, þú veist, í bókinni Think and Grow Rich eftir Napoleon Hill, sem að rannsakaði nú, þú veist, árangur mjög vel, þú veist, þá kemur í ljós að segla eða þrautsegja bara nauðsynleg, nánast náttúrulögmál, auðvitað vill andinn eða guð eða lífið upplifa sig í öllum myndum sem þannig að í einhverjum tilfellum verður gríðarlegur árangur án mikillar vinnu eða fórna eða kostnaðar, en svona almennt tala þá ætti ekki að ganga út frá því að vera óbarinn biskup, það mjög ólíklegt. En þú varst að tala eitthvað annað annaðan með þegar varst að tala að þú ferðast til 60 landa og fleira áður en þú síðan snérir að auðmýttinni. Já, bara þetta með að hvað það að laða að þér? Þú veist, þetta verður svo auglegt, þetta hljómar eins og einhver svona movie-klísja og lesa The Secret og eitthvað, en þetta svo, sko, nú ég freka nýlega komin heim frá Zanzibar, Tansaníu. Ég þarf ekki að vera það lengi til þess að sjá hamingjustigið klárlega svona 200-300% hærri en á Íslandi, að jafnaði. Það mikið hamingjusömu fólki á Íslandi, mikið æðislegu fólki, en svona samfélagslega, og þá maður bara allt í einu, maður byrjar að smitast, þú ferð á eitthvað kaffihús og afgreiðslu fólki bara bros út af eyrum þegar það heilsar þér. Þú getur einhvern veginn ekki mætt þessari mannesku með einhverju reiði eða leiðundum, og þá auðvitað þessi manneski að laða eitthvað gott til sín þegar hún tekur svona móti öllum sem kom inn á kaffihúsi, sko. Þetta svo augljóst. Já, þeir segja bara að þú getur ekki laðað þeirra annað heldur en að á þeirri tíðni sem þú ert. Akkurat. En það ertu þá þegar á þeirri tíðni, þannig að ekkert annað geti hróflaðir. Sadhguru, sem mjög stóri andlega heimið, þú veist, segir, skilur þér alveg sama hvar þú ert, ef þú ert alltaf í himnaríki, ef himnaríki kemur með þér. En þess utan, þá man ég, sko, ég heyrði einhvern tímann að, sko, til dæmis að fara í sund og synda, það ekki það sem gerir þig heilbrigðan. Þú veist, það að fara í sund tjáningarmáti, náttúruleg hegðun þess sem þá þegar heilbrigður. Þannig kemur það að breytum tíðni, þú veist. Fólk illa þunglynd, skiluru, að fara og reyma á sig hlaupaskóna, saman hvort það fer út eða ekki, skiluru, til að nálgast frekar tíðnin þess sem þar sem maður vill vera. Og fara þá í sund, þó maður langi ekki í sund eða finnst maður ekki að hafa tíma. Mjög góða punktur. Já, takk fyrir það. Gaman að velta þessu fyrir sér, hvort að, þú veist, að því við erum að tala það sem að þið Bergþór gerðuð með svona skuldbindingar, að stundum þarf maður að fara í gegnum tímabil, það sem að maður aðeins í svona fake it till you make it, að þú veist, ok, ég ætla bara að halda mér við þetta, hvort sem að það hugleiðsla, að þú nefnir að fara í sund, eitthvað sem ég veit að gott fyrir mig, og meðan ég að gera þetta vana, þá getur komið tímabil það sem bara, akkur ég að gera þetta, tóm þvæla og eitthvað, til þess að komast yfir þröskuldin þar sem að þú allt í nefnir því þú nefnir hreyfingu. Hjá mér það bara, ég heiti Sölvi, ég hreyfi mig, sko. Þú veist, ég búin að hreyfa mig nánast alla daga síðustu 25 ár, sem þýðir það að þetta ekki lengur átak, þetta ekki lengur,
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.